Já, góða kvöldið ágætu áhorfendur og hlustendur. Velkomin að Rauðaborðinu á mánudegi. Við erum ennþá að melta kosningarnir í Bandaríkjunum. Þær hafa svona ýmis áhrif og margt sem maður má lesa út úr því. Og ég hef fengið hingað til mín sama fólk og var hérna í síðustu viku daginn eftir kosningarnar. Þar sem að kannski voru ekki öll úrslitin komið fram. Við stöldruðum svolítið mikið við hversu mikið fylgi Trump fekk út úr kosningunum og töluðum svolítið Bandaríkin út frá því sjónarhorni. En núna ætlum við að skoða fleiri hluti og þau eru komin hingað aftur. Helga Þórey Jónsdóttir sem kennari og doktorsnemi í menningarfræði. Sveinn Máni Jóhannesson, nýdoktor í sagnfræði. Viðar Þorsteinsson, framkvæmdastjóri Eflingar og Magnús Helgason, sagnfræðingur. Nú þegar flestum ljóst, það er ekki hægt að segja öllum ljóst, að Biden verði næsti forseti. Það eru einhverjir Trump og fleiri sem telja að það sé ekki endilega víst og hann á mikið af fylgismönnum í Bandaríkjunum. Þannig að við skulum orða það þannig. Nú er flestum ljóst að Biden verði næsti forseti Bandaríkjanna. Og ég má bara kannski byrjum á því. Ef ég má spyrja þig, Sveinn, hvað getum við séð svona hvað það sem að Biden myndi vilja ná fram annars vegar og svo kannski vegna þess að repúblikanar ennþá með meiri hluta í öldungadeildinni þó svo að demókratar séu að gæla við það að þeir geti náð báðum senatórum Georgíu í janúar aukakosningu sem ég held að verði að teljast vera frekar ólíklegt að þá munu þeir halda meiri hlutanum þar og svo eru þau líka með mikið meiri hluta íhaldsmanna í Hæstarétti núna og þá kannski eftir að reyna á það hvað það þýðir. Hæstaréttur getur líka stoppað mál fyrir forseta eins og öldungadeildin. Þannig að spurningin er tvíþætt, Sveinn. Hvað er það sem að Biden vill og hvað er það sem að hann getur? Já, eins og segir, það velti rosalega mikið á hvað gerist í Georgíu í janúar. Það er ekki ómögulegt að þeir vinni bæði sætin, en það er ólíklegt. Ef Biden fengi þennan meirihluta í þinginu sem að hann vill eflaust fá, þá held ég að honum og demókrötum standi til boða kannski svona tveir valkostir, annars vegar sem eiga svona ákveðin söguleg fordæmi, annars vegar að fara aftur til 1933 og hins vegar að fara aftur til 2008. 1933, það er svona þá Roosevelt-tíminn, The New Deal og það sem að demókrataflokkurinn tók sér til vinstri og fór í það að byggja upp svona ákveðin velferðarprógramm og leggja grunninn að félagslegum innviðum sem áttu svo eftir að hafa, eins og við öll vitum, mjög afdrifaríkar afleiðingar á bandarísku samfélagi 20. öld. En 2008 aftur koma demókratar inn í fá forsetaembættið, fá meirihluta í báðum deildum þingsins, fá þetta tækifæri eins og mikið rætt Obama er næsti Roosevelt, fá þetta tækifæri til að endurtaka leikinn en ákvaða að halda sig svona á miðjunni, halda sig jafnvel fara til hægri eins og bara mátti sjá á og þetta var þrátt fyrir góða stöður í þinginu þar sem að í rauninni Biden sem var að forseti og Obama sem forseti voru jafnvel aðeins lengar til vinstri en meirihluti demókrata í þinginu. Þeir vildu til dæmis fá þeirra svo kallaða public option inn í Obamacare, þar sem að setja einhvers konar möguleiki að fá inn ríkistryggingar líka til hliðar við einhverkerfið. Með því að kíkja eftir kynna náttúrulega Obama-prógrammi var náttúrulega alltaf íhaldsamt, en þeir voru svona einhverju leyti jafnvel meira til vinstri við demókrataflokkin. En ákvað að fara þessa leið. Þessi leið er meira þess að viðurkennt að miðjusögnum demókratum í dag að innspýtingin í hagkerfið var ekki nóg, efnahagsbatinn var ekki nóg hraður, augljóslega var nú aftur kannski ekki miðjusagnir demókrata sem viðurkenna það, en uppbyggingin á helstu innviðum og staða fátækra og minnihlutahópi Bandaríkjanna er náttúrulega augljóslega batnaði ekkert rosalega mikil. Í dag þá held ég sé svona ákveðin svona valkostir, hvað vilja demókratar gera í dag. Ég held að sé svona ákveðin viðurkenning á því að þetta var ekki nóg sem að gerast árið 2008, það þarf að setja meiri pening í hagkerfið. Þannig að það myndi gerast ef Biden fengi meirihluta og það er það sem held að hann vilji gera, það er að setja svolítið almennilega innspýtingu inn í þetta.
ég held líka að hann myndi vilja breyta heilbrigðiskerfinu og insekta svona public option, eins og við talaðum, og hann myndi takast það í dag, því að það eitthvað sem munurinn á þinginu og demókrataflokknum í dag frá því 2008 náttúrulega þessi vinstri bylgja sem hefur vissulega átt sér stað innan demókrataflokksins, og við sjáum í ekki bara í Warren og Sanders heldur náttúrulega í þessar yngri kynslóð, eins og kalluðu squads og allt það, sem að Biden geti ef hann vildi láti hjálpa sér við að gera ákveðna hluti. Já, þannig að það svona ýmislegt þannig í stöðunni, en þegar það kemur á svona öðrum hlutum eins og það sem að demókrataflokkurinn náttúrulega mjög divided, eða mjög klofinn. Ég ekki viss að hann muni margt gerast hvað varðar skattahækkanir eða þessi breytingar á skattkerfinu til að færa skattbyrðina yfir á 1% og stórfyrirtæki og að samanskapi já, og annað slíkt. Það nokkuð ljóst að maður sér það bara svona að það verið að leka út hverjir eru í teimum, í svona umbreytingateimum Biden og hverjir muni vera í hans ríkisstjórn, og þetta svona dálítið svona við getum kallað að það mikið samfella frá bara Clinton á 10. áratugnum gegnum Obama og svo núna inn í Biden. Hins vegar það sem líklegra að republikanar haldi stöðu meirihluta sínum í öldungadeildinni. Það náttúrulega eru bara mögulega að horfa á endursýningu frá 2010 til 2016 þar sem að republikanar komið vekk fyrir að Obama geti fengið nokkur lög samþykkt, og þá voða lítið sem að Biden geti gert hann að reyna að niðurlægja sig með einhvers konar samkomulagi eða við republikana í þinginu, eða bara fyrst og fremst treysta á svona það sem á bara svona skipanir frá framkvæmdarvaldinu, the executive orders, til að reyna að gera hitt og þetta, og þar getur það reyndar gert heilmargt. Allt sem að Trump gerði í rauninni var í formi slíkra skipana, þannig að hann getur í rauninni tekið þar allar í burtu. Hann getur gert heilmargt í utanríkismálum, en það svona takmarkað það sem hann geti gert í innanlandsmálum. Þetta var greinilega gott, en að þú fór svona langt aftur þá ætla ég að fara yfir til hins sakfræðingsins. Biden, heldur að hann vilji vera framhald af Obama eða heldur að hann vilji vera Roosevelt, Magnús? En það þessi spurningum það að demókratum standi til boða einhvers konar nýtt New Deal, sú spurning hún ekki relevant vegna þess að til þess hefði demókrataflokkurinn þurft að vinna einhvers konar meiri háttar stórsigur í kosningunum núna. Þannig að það ekki bara pólitískt val hjá Roosevelt með einhvern nauman þingmeirihluta að hrinda af stað einhverju stórtækustu samfélagsbreytingum sem hafði ráðist í Bandaríkjunum í áratugi og endurskapa samfélagssáttmála Bandaríkjanna. Til þess að gera eitthvað slíkt þarf að hafa pólitískt bakland sem Biden hefur ekki í þinginu eða öldungadeildinni. Þannig að jafnvel þótt hann myndi vinna bæði þingsetin í Georgíu, meirihluti Bidens myndi samt vera svo naumur að það eiginlega útilokað að hann myndi geta gert nokkuð skapaðan hlut sem hægt að flokka sem einhvers meira áttar róttækni. Þannig að staðan alltaf svo að valkostirnir eru eiginlega engir. Þeir eru mjög litlir og þegar við lítum síðan á það hvers konar stefnu Biden mun taka, ég meina það ekki bara hans val hverju sitja í ríkisstjórn með honum. Ríkisstjórnin þarf að samþykkt öldungadeildarinnar og öldungadeildin í höndum repúblikana ekki að fara að hleypa í gegn neinum Sanders eða Elizabeth Warren eða Alexandria Ocasio-Cortez eða neitt í þeim dúr. Það við getum gleymt því. Þannig að ef Biden setur saman íhaldssama ríkisstjórn, þá það ekki bara vegna þess að hans íhaldskurfur sjálfur, heldur það líka vegna þess að hann þarf að koma í gegnum samkomu sem stjórnað af verstu íhaldskurfum sem hafa stjórnað löggjafarsamkomu í Bandaríkjunum sennilega í hálfa öld eða svo. Þannig að það náttúrulega kannski í fyrsta lagi, þannig að þegar við erum að gera okkur væntingar af vonir valdatíð Biden, þá verðum við að byrja bara á því að stilla væntingum okkar í hóf. Þannig jafnvel að allt myndi fara á besta veg að þá lítið að fara að gerast í það minnsta næstu 2 ár. Að því að Sveinn nefnir forsetaúrskurð, þá það náttúrulega kannski helsta vonin. Akkúrat vegna þess eins og hann bendir á að þá mest allt af því sem Trump gerði
var í gegnum einhvern forsetaúrskurði eða gegnum framkvæmdavaldið sjálft. Og Biden getur undið ofan af þessu öllu og hugsanlega ítt umslaginu í hina áttina að einhverju leyti. En þá þurfum við aftur að koma að þessu sem þú nefndir sem þessi að í Hæstirétti mjög stór meirihluti íhaldsmanna. Og Hæstiréttur hefur ítrekað fellt úr gildi forsetaúrskurði sem stangast af stjórnarskráða lög og það á til dæmis við mikið að forsetaúrskurðum Trump. Þannig að það sem Biden getur gert það að hann getur undið ofan af mörgum af þessum framkvæmdavaldsákvörðunum Trump og utanríkis í alþjóðamálum til dæmis getur hann dregið tilbaka úrsögnina úr Parísarsamkomulaginu. Hann getur dregið tilbaka úrsögnina úr alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni. Hann getur komið aftur að borðinu í samningu við Íran og þar fram eftir götunum. Þannig að það margt sem hann getur gert sem gerir heiminn hugsanlega friðsælli og aðeins bærilegri og hann vindur ofan af eyðileggingunni en fyrir utan það þá held ég sig mjög lítið sem hann getur raunverulega gert. Þetta svolítið í takt við kosningabarátuna sem gekk svolítið út og hann væri ekki Trump, þannig eina sem hann getur gert að skrúa ofan af Trump. En það getur ekki gert. Það nú kannski eitt sem mikilvægt það að demókratar kannski unnu bara nákvæmlega það sem þeir voru að spila fyrir, sem þetta. Við losnuðum við Trump. Þeir buðu okkur það, við fengum það. Helga Þóri, svona staða þar sem að demókrataforseti verður að ná samkomulagi við íhaldsamt þing, það kallað pólitískur stöðugleiki á Íslandi. Þetta ekki bara besta mál, myndi ekki Katrín Jakobsdóttir telja þetta vera svona góða stöðu, þetta væri tími fyrir pólitíska nýsköpun eins og hún orðaði einhvern tímann. Já, ég veit það ekki, ég tala ekki fyrir Katrín Jakobsdóttir. Jú, þetta alltaf bara mjög áhugaverð staða, en ég meina, við sjáum samt alveg að Biden alveg að segja ákveðna hluti, hann er búinn að gefa það út að var ekki gæra fyrir dag, hann sagði fyrir 3 dögum gengum við úr Parísarsamkomulaginu eftir 77 daga ætlum við að ganga inn í það aftur, þannig að það að fara að gerast. Hann líka byrjar að setja saman einhvers konar COVID task force sem ég held að sé bara örugglega, það alltaf bara mest aðkallandi og mikilvægast að þannig að ég meina völd hans liggja víðar en það sem gerist í þinginu og það náttúrulega það sem Bandaríkjamenn vilja núna að það verði tekist á við COVID í einhver alvöru. Svo þannig að ég held að það sé kannski, og líka bara af því að hvernig ástand í heiminum út af COVID, þá held ég að við lifum bara á svo stuttu plani alltaf. Að hvað gerist til lengri tíma, jú þetta skiptir það máli en það ekki hægt að sjá það út. Ég held að þetta stutta plan sem við erum með bara leið ekkert, ég meina við erum náttúrulega bara þannig sjálf, maður veit ekki hvernig skólaári verður eftir áramót hjá börnunum, það náttúrulega bara eins í Bandaríkjunum og miklu alvarlegra, þannig að. En nú viðbrögð við COVID eru líka á vegum fylkjanna, stór hluti, til dæmis eins og nefnir skóla og eitthvað lura. Hvaða líkur á því að Biden nái samstöðu milli allra fylkjanna til þess að sem talið vera næsilegt að viðbröðin verði jöfn og söm út allt, svo þetta gjósi ekki upp aftur og aftur. Verður það ekki, það hægara sagt að gert í landi sem klofið. Hann alltaf búinn að skipa núna einhverja nefnd eða einhvern starfshóp sem fullur af sérfræðingum og það sérfræðingar séu að vinna í þessu bara, þú veist, með hvernig staðan búin að vera í Bandaríkjunum, þá bara einhvern veginn það rosa mikill sigur. Þetta svo skrítin stað, það bara maður bara frábært að það sé sérfræðingar að vinna í þessu, þannig að ég held að, þú veist, það sé ekki, já, þessi skrifar einhvern veginn, þau bara að fara fram núna. Þannig að, ég bara vona honum takist það. Ef að grípa þarna, þegar Helga segir, að sérfræðingar fái að ráða, að eitt af því sem Biden getur gert til þess að koma fylkjunum og eina blaðsíðu saman, það að vera ekki að starfa sem upplausnarafl stöðugt og vera að grafa undan tildrög sérfræðinga.
Þannig að bara það eitt að það sé gefið út af alríkinu og af forsetum að það eigi að fara að ráðleggingum sérfræðinga og lækna. Frekar en að skilaboðin frá Hvíta húsinu séu þveröfug og það sé þessi þrýstingur á fylkistóra repúblikana að fylgja Trump. Sá þrýstingur ekki lengur til staðar. Þannig að skynsemin hugsanlega getur fengið að ráða. Það líka svo mikill munur að vera með forseta sem ekki bara úthúða sóttvarnalækni bara þegar honum dettur í hug og einhver sem bara, þetta bara svo allt annað andrúmsloft, einhvern veginn svona samstarfs andrúmsloft, auðvitað eru mjög mikið af íhaldssögum repúblikarum sem geta staðið í vegi fyrir ýmsu, en ég held að þetta sé svolítið svona að eigi eftir að koma í ljós, af því að það eru líka íhaldssami repúblikanar að missa ættingja sína úr COVID og þetta er ekkert einfalt. Þetta er ekki stærsti hluti þjóðarinnar sem á móti grímum og fóstureyðingum, skiljið. Þetta er minni hluti, þannig að Það valdamikill minnihluti sem til dæmis þú nefnir þungunarrof. Það svo valdamikill minnihluti að það bara líkur til þess að Hæstiréttur leyfi fylkjónum að banna þungunarrof. Já, ég ekki sérfræðingur í rófarsveit, en ég held að það þurfi rosalega mikið að gerast til þess. Ég held að, ég einhvern veginn pínu þar að, þetta er búið að vera umræða bara síðan í mann eftir mér og ég held að umræðan sé einhvern veginn leikurinn. Ég á alveg rosalega mikið eftir að sjá þetta gerast. Og það sem mun gerast að þá fer fólk bara yfir ríkjalínur, yfir í næsta ríki, þetta Kanada. Þetta ekki, ég held að þetta sé miklu meira leikur. Ég skal alveg hafa rangt fyrir mér, en þessi leikur búin að vera í gangi síðan í mann eftir mér. Þannig að ef það breytist, þá breytist það. Ég held að þetta sé bara eitt af þessum málum sem eru bara alltaf í umræðinu til þess að halda fólki einhvern veginn pólariseruðu og Það leiði ekki til þess að munurinn á fylkjónum verði alltaf meiri og meiri. Jú, það getur vissilega gerst og ég meina enda eru ríkin með mismunandi stefnu í þessu málum og ég meina það bara mjög hættulegt sem að gerast á sumum stöðum. En að það verði að ríkin fara að stjórna því alveg sjálf, ég held ekki. Ég held ekki að það ég held að því er ekki hnekkt svo glatt. Það kemur líklega í ljós bara tiltölulega fljótt, kannski eftir hálft árið eða svo, það hefur verið að leita málum til þess að fara þarna upp til þess að kanna athuga hvað nýr meirihluti í Hæstarétti gerir. Já. Svo veit maður ekki hvað gerist og það einhvern veginn, svo kannski hrekkur einhver upp á í Hæstarétti, skilur, maður veit ekki, það er svolítið erfitt að vera Clarence Thomas. Hvað segirðu? Clarence Thomas, við vorum að handra okkur. Það kom inn óskalisti leið og þetta var nefnt og byrtist óskalisti hver ætti að deyja fyrstur. Herðu Viðar, þau hafa lýst svona stöðu Bidens og hvað hann vill, en að því þú nú róttækur sósíalisti, lýðræðislegur sósíalisti í Bandaríkjunum, hver staða fólksins sem hafði draumum að geta dregið demókrataflokki til vinstri? Hver staða þess hóps inn í þessari stöðu? Það sem að forsetinn með kannski takmarkaða möguleika, eiginlega eini möguleiki til þess að ná okkur fram eru með svona tilskipunum eða teygja sig alveg yfir raunverulega vinstrið yfir til repúblikana til þess að ná fram einhverjum breytingum. Hvað verður litla vinstrið þarna inni? Mér sýnst nú fólk hafa bara, það voru náttúrulega ýmsir frambjóðendur þarna, það að segja þingframbjóðendur, aðrir heldur en sem voru í kastljósinu út af forsetakjörinu sem að náðu bara mjög góðum árangri núna í þessum kosningum. Héldu velli og bættust jafnvel inn svona progressífir kandidatar og það er náttúrulega bara frábært og bara svona skref áfram í þessum svona langa leik, sem að ég held að þetta svona félagshyggju fólk í Bandaríkjunum á fyrir höndum, þetta eru langtíma markmið, en svo sýnst mér náttúrulega líka bara mjög margt af því sem að þetta gerist þarna í raun og veru, eins og ég sé það, staðfestir akkurat það sem að hefur verið sagt þarna, þessir hópar hafa sagt bara svona sem strategíu, hafa bara bent á það hversu ótrúlega kjánalegt það
að heyja þessa kosningabaráttu eins og hún eigi að snúast það að ná hugum og hjörtu þessara Biden Republicans sem að, þú veist, engin skilur í raun og veru hvaða hópur Þetta eru kannski einhverjir örfáir einstaklingar sem eru þannig innréttaðir að þeir séu að velta þessum hlutum fyrir sér á þessum nótum. Þú veist, frekar en að fara bara og fylla samkomusalina með boðskapnum það að nú ætlum við bara að reyna að bæta líf almennings, sko. Þú veist, það kannski mátt ná í einhver atkvæði þar, kannski einhver af þessum úr röðum þessara 50% bandaríkjamanna sem ekkert að taka þátt í þessum kosningum vegna þess að þeir hafa bara hreinlega ekki áhuga og ég held að það hafa bara mörguleyti ræst að þessi bláa alda sem að búist var við, ég meina hún raungerðist ekki og alveg eins og aftur með Clinton fyrir 4 árum síðan að það var þetta bara svona staðfesting. Ég held að það hins vegar eykur ekkert líkurnar á því að það verði neitt farið eftir því í sjálfu sér, en ég held að það sé mjög gott að hafa þessa svona sannfæringu. Ég held að úrslit kosningana hafi bara staðfest að það er rétt að reyna að haga pólitíksinu þannig að það sé reynt að tala til þeirra raunverulega hagsmunamála sem eru hjá venjulegu fólki í Bandaríkjunum. En varðandi svona hvað muni svo gerast sko, þú veist, í þessum kreisum og kannski svona í þessum líka bara í þessum samfélagshreyfingum sem við verið að sjá spretta upp núna bara síðustu misseri sem að náttúrulega var algjörlega voru bara algjörlega hlunnfarin í þessum kosningum. Þá ég að tala náttúrulega til dæmis Black Lives Matter hreyfinguna. Ég held að það verið bara mjög áhugavert að sjá hvað gerist og svona hvað hvernig þetta muni allt saman halda áfram. Ég held að í Bandaríkjunum sé mjög svona mikill jarðvegur fyrir einhvers konar svona áframhaldi á þessum svona ótömdu hreyfingum sem eru utan þessara hefðbundnu stjórnmála farvega. Þetta eru svona eins konar gulu vestin. Það í raun og veru það sem að þessi BLM hreyfing og hefur verið. Þetta svona aktivista hreyfing, þetta mótmælanda hreyfing. En hún þarf svo þetta líka að geta tekið svona eitthvað meira skref og orðið eitthvað meira og svona formgert sig. Og ég held að til dæmis svona fyrir bara eins og DSA, Democratic Socialists of America, geti orðið það, geti eftir að halda áfram að vaxa og verða svona vettvangur fyrir þessar hreyfingar. Og ég meina því að þú veist þessi þörf og þessi svona ángist og þetta ákall eftir raunverulegum breytingum og aðgerðum, hvort sem það í sambandi við lögregluofbeldi eða í sambandi við sjúkratryggingarnar eða gera efnaminna fólki kleift að fara í háskóla, ég meina það ekkert að fara og það akkurat það sem að þessi svona leiktjöld breyta ekki. Og og já, en reyndar eitt annað sem ég hef líka þess verið að velta fyrir mér, kannski svona alveg úr hinni áttinni, það hvað muni verða líka sko þessi svona öfga hægri afl sem að náttúrulega núna fengu, þú veist, ákveðið kjaftsögn sko og og það líka svona eitthvað sem líka pínu svona ókveikjandi að velta fyrir sér. Ég sá nú að einhverjir voru svona að velta því fyrir sér sko hvað ef að svona þessu öfgahægri í Bandaríkjunum tækist nú að finna kandidat sem væri sko með þessa sömu hæfileika og Trump varandi það að ná til þessara afla svona vel eins og hann hefur gert, en sem væri kannski aðeins meira kompetent. Hvað myndi gerast þá? Og ef það kemur svoleiðis kandidat til dæmis í sko næstu kosningum 2024, af því það náttúrulega, það svona spurningin með Trump áhrifin sko, hann svona ruddi ákveðna braut, hann skapaði svona ákveðið svigrúm, hann sýndi að það væri hægt að komast upp með ákveðna hluti og þá skapast náttúrulega svo freisting að halda áfram einhvern veginn að þú veist að fylla inn í það tóm, frekar en að repúblikanaflokkurinn fari eitthvað svona að temja sjálfan sig eitthvað upp á nýtt sko. Og það getur náttúrulega verið mjög óhugnaleg tilhugsun ef það heldur áfram, en ég held þess að vera svo stefna sem að Biden rekur og Kamala Harris setjum fátæka fólki í fangelsi, höldum áfram að láta verslast upp af hungri og óöryggi, það mun alltaf halda náttúrulega áfram að gefa frekari skotfæri inn í þennan viðstykkilega hægri populismu sem á endanum nærist beint og óbeint líka á samfélagi þar sem að eindin er svona mikil. Ég skulle taka eitt hring á hægrinu, en áður við gerum það, Viðar, þá langar mig að spyrja þessa fáu þingmenn sem eru svona róttækari. Miðað við svona hvernig sagan hefur verið, þá má eiginlega reikna með því að meiri hluti demókrata í fulltrúadeildinni falli 2022, það mjög oft sem að reynir á það
að forseti missi sko meirihlutann bara eftir 2 ár. Sérstaklega þetta forseti sem að taka við sko verra búi heldur en Obama sem að tók við sko hruninu, en það er verið að taka við kreppu og það taka við farsótt, það er að taka við stórkostlega sundruðu samfélagi, þannig að það er svona flest sem að bendi frekar til þess að fyrstu árin verði Biden og ríkisstjórn hans erfið. Hvaða hlutverk hafa þessar raddir þarna sem eru inni í demókrataflokknum, inn á þinginu, þessari róttækari hluti? Er það líklegt að þau spili sig svona frá flokknum og séu svona afmörkuð rödd þar, reyna að vera rödd fólksins út á götunni, eða er þetta að sjá að þetta fólk hafi eitthvað svona hlutverk inn í ríkisstjórn Biden? Ég held að muni ekki fá neitt hlutverk í ríkisstjórn Biden, ég held að sé alveg klart mál, og ég held líka sko að Magnús hafi lýst þessu ágætlega áðan, sko, það er náttúrulega bara svona ákveðin realpolitík, sko, að þegar að demókrataflokkurinn er með svona rosalega tæpa meirihluta og bara tæpur einhvern veginn allstar, þá er það náttúrulega klárt mál að svona einhverjar, þú veist, róttækari hugmyndir, eða hvað ég segja, stórtækari hugmyndir, sko, það er náttúrulega ná ekki máli og þú veist, eiga ekki séns. En ég meina, ég held að margir af þessum nýju fulltrúum svona, þessi sem eru kallaðir progressives í Bandaríkjunum og stundum kallað þessi sósíalista, þess að þeir hafa náttúrulega verið mjög góðir í, er það að byggja upp árangursríkar kosningabaráttur, og það er að eiga sér stað mikil svona, þú veist, gerjun, og það er mikið verið að deila, sér maður, þú veist, reynslu og lærdómi sem er dregin af hverju og einni svona baráttu, og ég bind bara mjög miklu vonum við það verði bara áfram svona unnið bara þannig, að fókusin verði bara á þetta. Ég menn, þetta gengur út á það að reyna bara notfæra sér auðvitað bara á strategískan hátt, sem sagt hinn demokratíska kjörseðil, það er það sem er verið að notfæra sér, það er ekki verið að ganga inn í flokkin, það er ekki verið að undirgangast neitt flokksaga demókrataflokksins eða einhvern veginn, þú veist, sverja honum einhvern hollusteið, heldur er verið að nota á mjög svona, mínum að þetta er svona klókan, taktískan hátt, bara kjörseðilin, bara aðgangin að kjörseðilinu, og svo byggja upp oft þessar svona flottu kosningabaráttur í kringum oft svona, jafnvel bara svona frekar lokal mál og svona það sem að brennur á fólkinu á hverjum stað, og ég meina þetta er bara löng og erfið, þú veist, langtíma vinna að fara þessa leið náttúrulega, en ég held að það sé bara mjög skynsamlegt að gera það og bara halda áfram að nota tíma. Það er raunverulega hluta til að bara semja nýtt hlutverk stjórnmálamanns sem að þjónar almenningi, sem að kannski hefur bara vantað í bandarísk stjórnmála, því að þau birtast oft þannig sem bara fulltrúar tiltekna hópa sem eru fulltrúar þeirra inn á þinginu og ætla að þjóna þeim. Algjörlega, ég meina DSA og þessi progressífu kandidatar hafa nýtt sér að mínu mati á mjög klókan hátt á staðreynda, sko, það sem tveggjaflokka kerfið í Bandaríkjunum gerir, og ég meina við skulum bara segja að beint út þetta kerfi er nánast, sko, þú veist, það er nánast orðið bara lögbundið, svo að segja, sko, það er orðið það harðvírað inn í bandarísk stjórnmála, það er eiginlega bara búin að átta sig á því að það er í rauninni varla hægt að komast fram hjá því, en því hefur þó fylgt, sko, sá möguleiki að flokkarnir skilgreina sig í raun og veru ekkert sem sérstaklega mikið afl eða eitthvað slíkt, sko, ég meina, kjörseðill demókrataflokksins, hann er tiltölulega opinn, hann er berskjaldaður í meira lokal kosningum, og það bara er mjög snjallt að notfæra sér það. Herðu Sveinn, repúblikanar, Biden talar svolítið að teygja sig yfir gangin eða hvernig þeir orðað það. Ef við horfum á hvernig repúblikanar hafa hegðað sér svona, við getum Obama tíminn, það var bara ekki samþykkja neitt eins og hefur komið fram hér. Það var að vera á móti öllu, þetta minnir mann á aðferði sem að Davíð Oddsson mærði í borgarstjórn þegar hann var þar í skamma tíma í minnihluta, það er bara að vera á móti öllu, alveg sama hversu skynsamlegt það var. Og þannig voru repúblikanar í tímabili Obama. En þeir voru þar líka á tíma Clinton, seinni hluta raunverulega voru bara á eftir honum með öllum tiltækum ráðum og voru raunverulega að grafa undir honum með öllum tiltækum ráðum, og þannig að þeir hafa hegðað sér eiginlega svona svo lengi sem að yngstu menn muna svo langt aftur, þannig að er ekki eiginlega hægt að ganga frá því sem vísu að bara leið og Biden mætir að þá mæti honum sama ósvífna stjórnarandstaðan og hefur reynst repúblikunum raunverulega bara vel, því að
að á þessu tímabili hafa þeir verið að styrkja sig, þeir eru búin að styrkja sig í Hæstarétti, þeir eru búin að styrkja sig víða sko, fylkisþing og þeir hafa raunverulega náð undirtökunum í umræðunni mörgu leyti. Ekki hægt að bara reikna með því að það verði bara sami leikur, bara á fyrsta degi? Jú, ég held að þessi hætti því. Leiðtogi í þinginu náttúrulega Mitch McConnell sem náttúrulega stóð fyrir þessari herferð, stóð fyrir því að blokka allt sem Obama gerði og ef hann ákveður og fólki í kringum hann ákveður að það sé best fyrir besta strategían fyrir republikanaflokkin til að halda meirihluta árið 2022 og vinna meirihluta í húsinu árið 2022 með að standa gegn öllu því sem að Biden mun gera, þá munu þeir klárlega gera það. Ekki mun hjálpar það heldur til að Trump virðist hafa ansi góð ítök í flokknum og þó að baráttan republikanaflokkin sé svona að spilast alltaf út núna, bara þessum töluðu orðum, milli þeirra sem að vilja svona Trump burt, vilja hann viðurkenni ósigur versus Trump og stuðningsmenn hans sem ætla að halda þessi áfram til streitu og einu kenningunum fyrir því hvað Trump sé að gera, af hverju hann sé að halda þessi til streitu, sé ekki endilega það hann eigi vona því að vinna einhvers konar málaferli sem hann virðist vera orðið hans langsótt, heldur hann sé að halda í sitt kjörfylgi, halda sínu stuðningsmönnum nátengdum sér til þess að hafa áframhaldandi sterk ítök í republikanaflokknum inn í næstu 4 árin þar sem hann ætla að vera einhvers konar leiðtogi stjórnarandstöðunnar á kantinum og gera þingmönnum republikanaflokksins jafnvel þeir sem eru svona í einhver veruleika hófsamir, gera þeim erfitt fyrir að vinna með Biden. En því sögðu til að Biden sig geta samfært einhverja republikana að vinna með sér, en ég er að það sé óskikja. Já, þeim mönnum verði óbært inn í republikaflokknum eins og hann og hefur starfað. Það mun enginn geta stigið það skref. Ekki að við komum þetta að fá endurkjöf. Það er náttúrulega einhver aðilar sem eitt Romney og svona sem virðast hafa alltaf gótt svona kjörlendi. Þeir þurfa ekki stuðning Trump sko. En margir hverjir þurfa að megi allavega ekki við því að fá hann gegn sér og muni vilja ekki þóra því bara einfallega ótta við það að missa sætin sín í næstu kosningum. Og við sjáum þetta bara núna, það eru mjög fáir sem að til dæmis þóra núna. Ég held ekki, tilfinningin er ekki það að republikanaflokkurinn í heild sinni standi með Trump í þessari vegferð sinni núna, en það þóra hins vegar mjög fáir að hafa orð á nokkru og vera að bíða bara eftir að sjá hvernig þetta spilist út, hvort að Trump hafi árangur sem erfiði og ef hann gerir það þá mun það örugglega koma út og styðja hann ef svo þeir hafa gert undanfarið í öllu. Þetta hefur verið svona strategía republikana að sjá hvað hann er að gera og ef það virkar þá styðja þeir hann í endanum en annars bara bíða þeir og sjá sko. Og ég hugsa það til sig að gera það núna og það gefur til kynna hversu sterk ítökan eru flokknum og þessar kosningar náttúrulega eins og Lindsey Graham orðaði það ég veit alveg Fox News daginn að það virkaði fyrir mig og það virkaði fyrir republikanaflokkin að faðma Trump í þessu kosningum og við þurfum að standa með honum. Þeir unnu á í fulltrúadeildinni og héldu meirihlutanum í öldungadeildinni út af stuðningi við Trump en ekki þrátt fyrir. Já, það er allavega það eru margir sem er að líta á þannig allavega. Fyrir kosningar þá voru svona menn að tala það að raunverulega væri Mitch McConnell valdamikti maðurinn í Bandaríkjunum. Það var svona þegar var verið að skipa hæstaréttardómarann og þá voru svona getgátur það að kannski væru repúblikanar búin að fá það út úr Trump sem að mögulegt væri og þeir myndu svona hendunum eftir kosningar og vera kannski fegnir því að fara út í eitthvað svona endurskipulagningu og þá voru menn að tala kannski út frá því að það væri ekki svona langtíma líf fyrir repúblikana flokk Trumps. Eftir kosningar finnst mér svona, Magnús, ef ég má svara þig, þá finnst mér eiginlega svona líklegra að repúblikanaflokkur reynir eiginlega að finna að repúblikanaflokkur Trumps haldi áfram og verði með einhvern hætti. Að það sé ekkert afkallandi hjá þeim að fara út í einhverja endurskipulagningu, þeir eru í yngri vörn, þeir geta bara haldið áfram, tekið fulltrúadeildina 2022 og bara eftir þess að vilja. Það er nokkur atriði þetta fyrstulega þetta að það sem Viðar var að tala um
sko tveggja-flokkakerfi í Bandaríkjunum og flokkarnir séu opnir, að staðreyndin sú að sko flokkarnir í Bandaríkjunum ekki til eins og við þekkjum stjórnmálaflokka. Það engin demókrataflokkur með einhver einni skrifstofu sem öllu ræður og með einni stórri flokks sko skírteini og síma úthengiverum en þetta eru framboðslistar í raun og veru. Þannig að sem sagt það eitt af því sem sko gerir það verkum að utanaðkomandi hreyfingar geta komið inn í flokkana og nánast tekið á yfir eða tekið á yfir og gott dæmi það eru kristnir íhaldsmenn og andstæðingar sem réttar hvernig þungunarofs í biblíubeltinu víða sem sko leiddist það að þessir sko Republicans in name only sem representeruðu það væru tilbúin að tala til þeirra sko hátíðstundum en gerðu svo ekkert í því að banna þetta óguðlega athæfi og ákvað bara tóku flokkinn yfir sjálf. Tilboðshreyfingin annað gott dæmi við þetta og það er að leika samskonar leik á vinstri væng og það það sem við erum að tala og það það sem ég held sko á endanum líka það sem við þurfum sko að vera að horfa á. Við eigum bara að hætta að hugsa hvað Biden að fara að gera gott fyrir okkur og hvernig Biden að fara að umbylta samfélaginu og láta okkur fyllast af einhver vonsviknisheitum þegar það næst ekki í gegn vegna þess að það ekki fara að gera það. Við eigum að horfa á þá sko leita þeim sigrum sem hægt að vinna og þeir eru þarna. Það besta sem Biden getur gert það að hlutinir verða ekki verri og ég hugsa hún tekst það. Eitt af því sem sko hann mun þurfa að sko takast á við á næstu árum einmitt sko, annars vegar þetta að það ekki bara strategist sem hann neyðist til þess að skipa miðjumenn eða hægrimenn í ríkisstjórnum, það bara hann kemur ekki gegn ríkisstjórnum, við gegnum öldungadeildina og það ráða repúblikanar og sem sagt, það að ráða sko öldungadeildinni líka miklu sko mikilvæg að ráða þinginu ef þú vilt setja einhvers konar tékk á forsetann. Það vera meirihluta í fulltrúadeildinni. Jú, fulltrúadeildin getur samþykkt landsdómsákærur á þig en það rétt að því verður í öldungadeildinni. Og það það sem bjargaði til dæmis Clinton á 9. áratugnum það að demókratar héldu meirihlutanum í öldungadeildinni sem gerði það að verkum að Clinton gat líka komið í gegn hlutum sem hann hefði aldrei getað komið í gegn ef repúblikanar hefur verið í öldungadeildinni. Hann hefði alltaf verið hrakinn úr embætti fyrir það fyrsta. En þannig að það þessi spurning sko það að það ekki stjórnmálaflokkur í Bandaríkjunum sem við þekkjum þá sem gerir það líka að verkum að Biden núna að takast á við ekki repúblikanaflokkinn heldur repúblikanaflokk Trumps. Því að hefðin sú í Bandaríkjunum, það ekki leiðtogar í flokkunum nema eftir landsfund í aðdraganda kosninga. Og þá forsetaframbjóðandi flokksins í raunverulega kringdur formaður flokksins og leiðtogi og andlit flokksins út á við. Og hann heldur þessari stöðu, þar til kosningunum, ef hann kosinn forseti þá heldur hann henni áfram, ef hann tapar, þá lætur hann af hendi. Og það sem Trump hann vann þetta hnoss í prófkjörinu 2016 og hann heldur því ætlar ekki að láta það af höndum og það engin annars getur stigið inn í þetta leiðtoga hlutur og það þess vegna sem menn eins og Lindsey Graham eru að kalla eftir því að hann bjóði sig fram aftur 2024. Það vegna þess þeir átta sig á því að það enginn sem getur virkjað þetta afl sem sko gerða verkum að repúblikanar gátu bætt við sig í fulltrúadeildinni. Þeir gátu haldið meirihluta í öldungadeildinni og Trump komst sko þetta munir einhverjum örfáum 20.000 atkvæðum. Ef maðurinn hefur örlítið agaðari þá hefði hann náð að vinna þetta. Þó hann hefði tapað kosningunum á landsvísu með milljónum atkvæða. Þannig að sko það sem repúblikanar hafa áttað sig á það þeir hafa unnið meirihluta atkvæða í forsetakosningum 1988, 2004. Annars ekki. Þeir eru í þetta uphill battle fyrir þá. Þeir þurfa eitthvað einhvers konar utanborðsmótor eins og Trump hefur veitt þeim. Án hans þá þarf flokkurinn annarkvort að sætta sig við það að vera minnihlutaflokkur eða ganga í gegnum einhverja meiri háttar umbyltingu. Trump gefur þeim þó allan sko, vonum það geta haldið
áfram og hugsanlega haldið í völdum og tryggt að það verði ekki neinar róttækar samfélagslega breytingar í Bandaríkjunum á staðnum. En áður en ég spyr hérna Helgu þá, langar ég að spyrja ykkur sagnfræðingana, því að þið eru að tala að sko Trump haldi stöðu sinni eftir kosningarna sem leiðtogi Repúblikanaflokksins og ég bara á fullu við að það aftur í sögunni að leita dæmi þess að þegar að forseti sem hefur bara sitt eitt kjörtímabil felldur eða eitthvað svona dæmi þetta eða Trump að búa til semja nýja sögu? Það náttúrulega svolítið að semja nýja sögu bara með því að neita viðurkenna ósigur. Þegar formenn flokka þurfa að segja af sér í kjölfar kosninga þá það yfirleitt að því þeir töpuðu. En hann ekki að viðurkenna það og hann að samfara stuðningsmenn sínum það að hann hafi ekki tapað. Og það sé góð leið fyrir þá að fylgja formanni sem að neitar að viðurkenna ósigur. Að það sé sóknarmöguleikinn frekar heldur en að fara í einhverja svona endurskoðun og taka séns á því að fá nýjan leiðtoga. Ég tekið náttúrulega bent á alls konar hluti, til dæmis það bara að repúblikanar fengur að fá fleiri atkvæði, þeim gekk mjög vel á ríkjalega í fylkjónum. Þeir fengu aukinn stuðning í fylkjónum sem mun skipta mjög miklu máli því þar verða kjördæmin ákveðin. Nú manntal í Bandaríkjunum á næstunni og í fylkjónum verða kjördæmin dregin fyrir næstu kosningar á alríkislevelinu. Og þar munu repúblikanar tryggja það að þeim verði þeim í vil, þannig að þú í minni hluta atkvæði þá fá þeir meiri hluta fulltrúa, eins og við vorum að segja áðan, 30% bandarísku þjóðarinnar kýs 70% öldungadeildarþingmanna. Það náttúrulega svakalega tölur. En já, svo náttúrulega Trump náttúrulega að keyra svolítið á því að hann hafi ekki tapað kosningunum. Það hafi verið svindlað og hann muni allir að breyta því aftur. Það verður hann ætlaði koma aftur eftir 4 ár. Já, ég meina, svo náttúrulega verður hver verður í framboð þá verður Kamala Harris þannig að það þannig að hann mun hún náttúrulega Joe Biden svona gamall í hettunni, Bandaríkjamenn þekkja hann vel. Kamala sé óska mótherji Trumps í svona þar sem hann getur spilað á rasismann og kvenhatrið og alla sína hluti. Helga Þórey, það myndar fólk farið út á göturnar í borgunum og fagnað og mikið áberandi þegar maður sér svona yfirlitið, það eru konur og það litafólk og það eru innflytjendur og jaðarsettir hópar veifað fánum samkynhneigðra og fleira. Það svo sé stór sigur en að hlusta á drengina að tala, þá eins og að eiginlega stefna Trump hafi sér líklegri til þess að vinna. Hvernig á að túlka þetta? Var þetta sigur kvenna litaðra? Já, það hleypir að ég farin að halda að ég væri bara på punt. Já, þetta sigur þelda kvenna en ekki endilega Kamala Harris, þetta sigur kvenna eins og Stacey Abrams sem skráði 800.000 nýja kjósendur á kjörskrá í Georgia. Þetta sigur grasrótarinnar á mörgu leyti, fólk sem að gera svona hluti og í samhengi við það sem var til umræðu áðan eins og hvort að repúblikanaflokkurinn ætla að fara í einhverja endurskoðun og eitthvað svoleiðis. Ég held að repúblikanaflokkurinn hafi enga áhuga á endurskoðun, ég held að hann hafi bara áhuga á völdum og það hefur náttúrulega demókrataflokkurinn líka en repúblikanaflokkurinn felur það mjög lítið því þess segir enginn neitt nema Mitt Romney sem greinilega ætlar sér eitthvað og til í að taka þennan distans frá Trump og hann bauð sér náttúrulega fram gegn Obama og var svona og mormóni. Já, hann er svona það er mikilvægur ástæður þessu Já, en hann er svona hann bara virkar mjög næsgaur, hann er ekkert eins og Trump neitt, bara svona almennilegur og mann er alveg hlusta á hann og svona. En ef að það fær einhver sjálfskoðun fram þá væri það kannski í einhverja svona hófsamari kristilega átt, en auðvitað stóri sigur og þú veist, og líka varandi annars auðvitað áðan í sambandi við hvort að repúblikanaflokkurinn ætla að verða einhver minnihlutaflokkur, hann mun verða minnihlutaflokkur nema eitthvað breytist, en eins og Magnús bendir á það breytist ekkert vegna þess einhver stefni tekin, heldur bara því einhver öfl hengja sig á það. En það sem náttúrulega að gerast núna að demókratar vinna kosningar leið og svartir byrja að kjósa. Það er bara þannig. Og
og þeir leið og eins og ég var að horfa eitthvað á CNN og það sagði ein kona sko, leið og svartar konur fóru að starfa fóru að vera virkar og starfa í þágu kosninga af því þær kunna að tala við fólk og fá það til að kjósa og það bara það sem að gerast, þannig að þetta held ég held ekki að Trump hafi tapað vegna þess að eitthvað, þú veist, smá fuck up eitthvað, demókratar unnu vegna þess að það turnout hjá svörtum og þótt að sko, auðvitað eru þau náttúrulega öll að fagna fyrst og fremst vegna þess að eru laus við Trump, þetta náttúrulega bara hræðilegt, þú veist, ég náttúrulega hef farið út á meðan í hans valdatíð og fólk bara rosalega þunglynt og bara búið að líða alveg ógeðslega illa og þetta eins og, þú veist, mér leið þegar ég var yngri og Davíð Oddsson var og fólk var bara eitthvað að taka mark á honum og hann er þessi sniðugur og þú veist, og mér ást hann bara að vera fáviti og finnst enn og mér ást alveg ótrúlegt og svo bara eitthvað að tala hann eins og hann sé bara eitthvað hluta einhverju rökræðissamfélagi og mér finnst þetta svo geggjað að horfa á CNN sko núna í aðdraganda kosningu og eitthvað því að einmitt CNN var svona frekar íhaldsamt apparat í gamla daga og þau bara tala, þetta bara legari, sjáu ég hvernig hann lígur, þú veist, þetta orðið miklu svona grímuleysari gagnrýni og það jákvæmt. En Trump náttúrulega bara þar og það sem republikannaflokkurinn kemur svo upp sig með seikinni vegna þess að við sjáum öll að þú veist, að bara keisarinn alls nakin og snar geðveikur. Þannig að þú veist, Mitt Romney hvað mig varðar, langklárasti republikaninn, bara þú veist, einhvern veginn að fara í þetta, að taka annan distans. Fagnaðarleitin fannst mér frábær og ótrúlega gaman að sjá fólk glatt og eins og við erum allir búin að benda á þá Kamala Harris mörguleyti problematísk en sko ég vil samt einhvern veginn ekki draga úr táknfræðinni. Það rosa mikilvægt að sjá svartar konur, þótt þær séu ríkar og starfi í þá alls konar. Bara sjá, þú veist, sjá konur einhverstaðar gera eitthvað sem að mann langar til að gera, þú veist, það skiptir alveg máli. Og líka bara til þess að annað fólk sem ekkert endilega að leita sér að fyrirmyndum bara venjist í, hreinlega. Þannig að þetta ekkert kannski, ég myndi kannski ekki ganga svo langt að líka yfir Rosa Parks, en þú veist, ég held að þetta sé jákvætt að sumu leyti en öðru leyti hún bara eins og annað stjórnmálafólk. Og stjórnmálafólk já, það eins og það og þetta ákveðin stétta fólki sem hefur unnið við já, ekki kannski, ég myndi ekki segja hún sé einhver svona grassrótatýpa eins og til dæmis Stacey Abrams eða AOC. Karrierkona. Millistöðu karrierkona. Þú veist, karrierkona, segja karrierkall einn einasta kall. Ég var aldrei heyrt það. Biden það alveg klárlega. Hann bara stofnunin sjálf. Hann búinn að vera þarna inni og eiginlega tekið þátt í öllu sem að Bandaríkjunum í hálfa öld. Já, það hafa, þú veist, hefur flest stjórnmálafólk í framlínunni í Bandaríkjunum gert. Líka Obama og einhver sem, þú veist, manni gæti annars líka vel við, ég veit það ekki, en það held ég bara hluti að stjórnmálakúlstjórnmáðna bara að gera fáránlega hluti. En fólki sem flykkist út á götu og fagnar, ég ætla ekki að mála að þetta sé svona eins og í hryllingsmynd að halda þetta sé sloppið svo rís kvikið upp aftur. En það sem að þarf til þess að breyta samfélaginu í átt að því sem að fólki sem var að fagna myndi vilja, að þá hefðu demókratar þurft að ná betri stöðu, geta stjórnaði hvernig kjördæmunum væri skipt, jafnvel haft þá sterkar stöðu að geta á ýmsar hugmyndir að kljúfa Kaliforníu og gera Puerto Rico að fylki til þess að laga stöðuna í öldungadeildinni, þannig að þessi staða þar sem að repúblikana geta stjórna landinu með minni hluta atkvæða myndi að vera þetta losna út úr henni, staða að fjölgi Hæstarétti til þess að hindra það að sem kannski ykkur hætta á að Bandaríkjunum breytist í eitthvað svona klerkaveldi. Fyrst og fremst að fá fólk til að kjósa. Það bara fyrst og fremst. Ef allt fólk í Bandaríkjunum myndi kjósa, þá myndi repúblikanar aldrei vinna neitt. Það bara... Ekki einu sinni rauðu fylkin. Þú myndi vinna einhverja sýslur, kannski, en þú veist, og þú kæmi kannski einhverjum inn á þing, en þau var aldrei í meiri hluta. Það er svo rosalega mikið af fólki sem kýs ekki og það líka svona alls konar ástæður fyrir því ef þú ert dæmdur glæpamaður, það mátt ekki kjósa
og ég meina þetta þú veist, upp til hópa svart fólk því miður, ég meina við getum alveg skoða statistíkina hvernig fangelsismálum háttað. En til þess að breytist þá þarf það að ná völdum og það það sem að demókrataflokkur virðist eiga svo í erfiðleikum með að ná raunverulega sterkri stöðu eða þá nýtana þegar þeir komast til valda. Já. Sem að repúblikana virðast kunna, þeir virðast bara komast til valda og þeir bara nota stöðuna bara eins gróflega og mögulegt er. Biden komst til valda núna vegna þessu svart fólk fór út og kaus. Ég held að það sé bara algjört lykilatriði og eina sem skiptir máli. Og þau áttuðu sig alveg á því, þetta er ekki tilviljun að Kamala Harris þarna. Þegar Obama var kjörinn, það bara aldrei komið svona margir kosið áður. Það auðvitað eins og þetta bara skynsamlegt ticket núna. Já. Viðar, þú varst að tala hvað verður hægrið eftir ósigur Trump eða eftir að hann er dreginn út úr Hvíta húsinu. Mun það verða sameinað inn í repúblikanaflokknum eða eigum við eftir að sjá einhverja svona róttækar últrahægri hreyfingar setja svip sitt á stjórnmál Bandaríkjunum, stjórnmál götunar? Já, kannski svona eins og við vorum að ræða áðan með hvernig stjórnmálaflokkarnir í Bandaríkjunum virka, þá held ég að þessar svona rasista hreyfingar sem hafa fylgt sér að baki Trump, ég held að þær séu ekkert endilega, það líti ekkert á repúblikanaflokkin sérstaklega sem eitthvað heimili fyrir sig, hvort sem er. Já, ég held að sé alveg mjög raunverulega hægt á því að þær hreyfingar geti haldið áfram að breiða úr sér og það er mjög alvarlegt, vandamál. Ef við hugsum að við bara berum saman eins og við evrópsk stjórnmál, þar sem að, í Vestur-Evrópu hafa þessar hreyfingar komið upp í Frakklandi og Þýskalandi og það hefur verið svona ofboðslegur taugatitringur og svona kapplöp það hjá öllum öðrum að koma í veg fyrir að þær komist í forsetastóla og í svona leiðtogahlutverk, þá er það náttúrulega ansi hryllilegt til þess að hugsa að Trump er mögulega bara búinn að ryðja ákveðna braut, færa fyrir svoleiðis leiðtoga í, valdamesta og mest dominerandi ríki allra á Vesturlöndum, ef hann var þá ekki bara sjálfur einhverju leyti dæmi svoleiðis pólitíkus. Og já, það er eitthvað sem er mjög ógnvekjandi og það er líka mjög ógnvekjandi í ljósi þess að náttúrulega í Bandaríkjunum eru þessar skelfilegu hefðir varðandi til dæmis það að það er ekki viðurkennt einkaréttur ríkisins á ofbeldi eins og í mörgum öðrum langflestum vestrænum löndum. Það er þannig að almennir borgarar ganga bara að staðaldri vopnaðir og taka völdin í sínar eigin hendur, En ég held samt sem aðra, ef maður veltir þess fyrir sér þessari svona gleði sem að brýst út vegna núna út af kosningunum, þá er hún í mínum huga dálítið tengd þessu að þessi sérkennilega tegund af ógn sem að minnihlutahópar í Bandaríkjunum búa við og upplifa miklu meir heldur en augljóslega, hvítt fólk, þó að það fólk sé ekki sjálft einhvern veginn rasistar eða eitthvað slíkt. Óttinn við það að verða fyrir ofbeldi, einhvers konar árásum og allt þetta, að einhvern veginn öryggið þínu sé hugsanlega ógna bara út á götu. Það er eitthvað svona sem að þeim skugga var ýtt frá núna með þessum sigri og ég lít þannig að það sé svona gleðin og ég ber það saman við það þegar ég var úti 2016 þá gleymi ég því aldrei þegar ég kom inn í kennslustofuna sem ég var að vinna við að kenna cirka 20 krökkum í svona fremur venjulegum bandarískum háskóla, Ohio State í Columbus í Ohio og maður fann hvernig bara ég hef aldrei orðið vitni að eins þungri og svona grafhýsis stemningu meðal nemenda minna. Og sem að það var liðið á önnina og fólk var alveg búið að kynnast og þetta voru svona hressi krakkar og fjölbreyttur hópur yfirleitt og svona. En ég meina þetta þegar að Trump skildi hafa sigra, það var einhvern veginn, fólk var bara í raunverulegu áfalli og nemendur mínu síðan líka, voru að segja mér frá og fólk sem maður þekkir frá einmitt því að upplifa svona öryggi sínu meira ógnað og sem birtist í því, að það er bara fólk að reyta frekar einhvern hlutum í því og eitthvað slíkt og upplifa svo óöruggt á ýmsum stöðum og það tengist auðvitað þessu hvernig
Trump svona einhvern veginn svona útleisti þetta og ég meina ég bara vona að þessi úrslit verði til þess að snúa þessu á einhvern nátt við. En ég minni bara aftur á að Bandaríkin eru veikt samfélag og þau eru veik sko bæði í bara sjálfum þjóðar líkamann vegna þess að bara fólk getur ekki lifa mannlegu valsamandi lífi, það og hinn mannlega reisn, hún fer þá líka og svo náttúrulega líka þetta tragíska element sko að þú veist einhvern veginn staða Bandaríkjanna líka í heiminum, hún er á mörgu leyti að veikjast og þá ertu aftur komin með svona þetta sem að þessa komponenta, þú veist, eins og við hugsum bara aftur til Þýskalands þegar að nasismin þar að rísa, þá varst einmitt með þetta, fátækt land, fólk búið að þú veist, í kreppinu og allt það, en svo líka getur við farið út í þetta svona særðastolt og veikstaða ríkisins og við þurfum einhvern veginn að ná að hefna okkur og það einhverju óvinir sem að taka allt á okkur og ég hugsa einmitt að Kína verði svona áfram materiálið í það núna, því miður og svona heimsvaldarembingurinn muni halda áfram á þeim slóðum gagnvart Kína og þetta bara áfram því miður gjörsamlega baneitraður kokteil. Og Biden líklegur til þess að halda því áfram eins og Trump að mála Kína sem höfuðandstæðing. Já, hann var náttúrulega soft on China sko. Þannig að kannski verður retorikin eitthvað aðeins minni en kannski verður þetta aftur notað frá hægri til að berja á honum og ég alveg viss að hann Biden á marga snjallar ráðgjafa sem ráðleggjónum að hann þurfi nú aðeins að vera duglegri að espa upp Kína tilfinningar einmitt til þess að missa ekki dýrmætu Biden Republicans. Mér finnst mjög áhugaverð svona orðræðan í fjölmiðlum og ég sem svona, þú veist kannski viðtöl við demókrata og eitthvað, það er mjög mikið svona áhersla á að Biden muni nú koma okkur aftur í þessa stöðu sem cradle of democracy og þú veist það er einhvern veginn svona miklar hugmyndir að þú veist það hafi bara verið út af Trump sem að Bandaríkin sé eitthvað svona að pompa niður, ekki út af þessu sem við sjáum þessar sýktu innviði og bara, já, og rassisma og fleira. Þau eru svona miklar vonir bundnar við að Biden togi þjóðina aftur upp í einhvers konar hásæti. En já, en ef einhverju liklur... Og ég að spyrja, gæti þá Biden verið að reyna að endurheimta einhvern svona sess Bandaríkjanna í alþjóðasamfélaginu sem að þeim kannski stendur ekki til boða lengur. Það er ekki til í að Bandaríkin hafi afgerandi fórustu á Vesturlöndum eins og höfðu kannski 1960 eða 70 eða 80. Ég veist að verði nú sannlega eftirspurn eftir því víða að sjá Bandaríkin aftur farið það og nú áhugavert að hlusta á aðstoðarmann utanríkisráðherra í umræðum helgina sem að maður skynjaði svona djúpu löngun til að geta fallið sko með góðri samvisku, að geta fallið á kné með góðri samvisku gagnvart Bandaríkinum sem eru það aftur svona góði húsbóndin sem að við getum núna tekið við skipunum frá. Það var greinilega svona löngunin. En auðvitað hafa Bandaríkin alveg ennþá innistæði fyrir því að halda ákveðni svona forræðastöðu á alþjóðavettvangi gegnum ýmsar stofnanir og síðan það náttúrulega ekki síst þetta bara áframhaldandi hernaðaryfirburðir sem að þar skipta mjög miklu máli. Ég alveg saman því að ég held að þessi merkilega mikil eftirspurn eftir því að Bandaríkin kom aftur inn í þetta tómarum sem búið var til. Keir Starmer hefur skrifað grein í Guardian daginn þar sem var einmitt að fagna því að nú verði Bretland að styðja við bakið á Biden í þessu samhengi. En hins vegar annað í þessu sem að það er ekkert víst að Biden vilji því að þessu vilji endilega ganga jafn langt og einmitt þú varst að vísa 1960 eitthvað svoleiðis því að þetta svona retreat Bandaríkjanna á ýmsum sviðum var hafið fyrir Trump. Það er eitthvað sem Obama var byrjaður að gera að þessu leyti. Þannig að þó Bandaríkin muni koma inn með meiri krafti núna, þá samt held ég að Bandaríkin ekki að fara aftur í það sem þau voru. Og ég er ekki hissað á svona ákveðna kröfur sem að Donald Trump hverja braut Donald Trump reið til dæmis að láta aðildarríki NATO borga meira. Ég er ekki hissað það til dæmis eitthvað svoleiðis myndi lifa áfram undir Biden. Já, má ég spyrja ykkur áhrif þessar stöðu í Bandaríkjunum og þessa átaka sem eru þar. Þessa eitt af því er náttúrulega hvernig Trump háði sína kosningabaráttu sem að var á engan hátt að boða raunverulega sátt eða halda samfélaginu saman, heldur þvert á móti að egna
hópum upp á móti hver öðrum og það var bara leið hans að sigri og að sömuleyti þá koma repúblikanarnir allt í lagi í þinginu og víða og þeir eru kannski ekkert svo ígjalaskaður flokkur og þeir missi forseta Hvítahúsið. Haldið að þetta hafi áhrif á stjórnmál annars staðar? Þetta, maður myndi ætla það að stórt tap Trump hefði svona slegið svona aflið úr hægri svona populískum hreyfingum víða. En er þetta að lesa það eitthvað út úr þessu? Er þetta það er ekki alveg hægt að sjá það að lærdómurinn sé að þessi leið í pólitík sé ófær, en nú skulum við reyna eitthvað annað eiginlega þvert á móti. Þessi leið er ágætlega fær og mjög stabiliseruð í Bandaríkjunum. Magnús, viltu reyna þetta? Já, ég veit náttúrulega bara mjög lítið stjórnmál annars en í Bandaríkjunum. Ég sé að Sigmundur Davíð... Ég læt mér nægja að fókusera á eitt stað og fylgjast þá betur með honum. Sko. Nei, þannig að ég hef ekki bara, kannski bara í fyrsta lagi þá náttúrulega var þessi leið fær ekkert bara vegna þess að Trump hafi rutt, en hann sýnir að það farin en það bara ástandið í heimsmálunum þannig að þessi leið fær. Það þannig óvissa, það þannig efnahagskreppa, það samfélagssáttmáli eftirstríðsárana sem var þegar farin að rofna búin að leysast ennþá frekar í sundur og við slíkar aðstæður opnast dyr fyrir svona hreyfingar og ég meina ef það ekki verið Trump þá það bara verið einhver annar ég veit ekki hvort að það ef einhvern meiri háttar ósigur Trump hefði kannski eitthvað aðeins fyrir bakslag fyrir þessar hreyfingar en það ekki samt breytt því að aðstæðurnar í bara heimsmálum eru þannig að þetta moment fyrir populískar hægri öfgar hreyfingar. Þannig að við þurfum ekki að fara lengra aftur á millistríðsárið til að sjá það og það náttúrulega annað með millistríðsárið þetta, það upplausn í heimskerfinu, það upplausn í heimshagkerfinu og það upplausn í peningakerfi heimsins. Og það eru mörg af þessum aðstæðum eru til staðar í dag líka. Ein af ástæðum kannski fyrir því að Bandaríkin, það eftirspurn eftir þeim á alþjóðavettvangi það að Bandaríkjadalurinn ennþá meginmynt heimsækjafisins og main reserve currency og án Bandaríkjana þá peningakerfi heimsins og heimshagkerfið fungerar ekki. Þannig að það að Bandaríkin eru algjörlega ómissandi fyrir heimshagkerfið og heimskerfið eins og það Þess vegna náttúrulega áframhaldandi Trumpi sem hefur verið flýtt fyrir þessari upplausn. Þessi litla sem eftir af samfélagssáttmála eftirstríðsárunum. En það það sem við þurfum til þess að snúa þessu við. Það nýr samfélagssáttmáli. Hann búum við til með því sem við erum að vera að tala nokkur sem það grasrótarstarfi. Hann verður ekki til í Hvítahúsinu og hann verður ekki til í þinginu öldungadeildinni, heldur verður hann til úti með kjósenda. Þannig að það þessna líka sem ég held að við eigum að fókusera á það. Það þar sem hlutnir geta gerst. Þeir ekki að fara að gerast í Hvítahúsinu, þeir ekki að fara að gerast á Capitol Hill. Hugsanlega hefur geta gerst þar ef þetta hefði orðið stórsigur. En það varð ekki þannig. Þannig að það sem næsta sem áhugavert fyrir okkur að sjá, það þá hvort að hægrið eða vinstrið getur móbilisera sig í Bandaríkjunum og hvort að vinstriðum tekst að búa til einhvern samfélagssáttmála sem svar við þessum upplausnum hægrisins og pólitík þessar authoritarians sirkus sem Trump setti á svið fyrir okkur. Eða hvort að hægrið heldur áfram að þjappa sig hvort öðru því að þú talar áðan þessar öfgahreyfingar í Bandaríkjunum og það eitt af því alvarlegasta sem gerðist í valdatíð Trump var það að þessum hreyfingum þeim var veitt plattform og þær voru viðurkenndar opinberlega sem gerir það verkum að nú málið það að meðlimir þessar hreyfinga þetta ekki upptilhópi einhverjir jaðarmenn með enga vinnu og í einhverjum dreifiðum byggðum og tannlausir heldur þetta millistéttamenn í úthverfum. Það þarf að eiga töluvert þessi skotvopnasöfnun sem þessi menn standa í og fyrir utan nú allt the accessories sem þú þarfst að hafa. Þetta kostar stór fé. Þannig að það getur enginn verið meðlim í svona vopnuðum aðskilnaðarsamtökum nema hann eigi
svolítið af peningum. Þetta ekki fyrir fátæka vesalinga. Og það sem heldur náttúrulega svolítið aftur af mönnum að ganga til liðs og svona hreyfingar líka það að þær eru það er litið niður á þær. Þær eru álitnar þær eru of en ef forsetinn búin að lyfta þeim upp, ef þeir eru orðnar hluti af svona daglegu lífi fólks, ef þeir geta þetta geta staðið hlið við hlið með lögreglumönnum að halda upp í lögum og reglum í fjöldamótmælum, að þá kallar það á það að fleiri menn hugsa með sig að ég get sinnt borgarlegri skyldum með þessu, ég vil halda upp í lögum og reglu, ég vil þannig að auðvitað. Gengi í þessi Organized Militia of Oregon eða hvað nú Sú viðurkenning sem að Trump gaf þessu, hún hverfur ekki endilega og á einni nóttu þegar það kemur nýr maður í Hvíta húsið. En ég svolítið að reyna að narra ykkur til Íslands. Ég veit ekki hvort að mér takist að narra þig. Ég sá að Sigmundur Davíð skrifaði grein útlendingamál í Moggann og Ólafur Ísleifsson mætti í Vísi að tala það að Íslendingar ættu ekki efni á því að reka þá útlendingastefnu sem hefði verið hér, að íslenskt velferðarkerfi væri að sligast undan því og við ættum að hjálpa flóttafólki í Líbanon en ekki með því að hleypa því til Íslands. Ég veit ekki hvort það tengist eitthvað að þeir starta svona kosningabaráttu svona inn í þessu andrúmi sem kemur frá Bandaríkjunum. Óttastu það að svona trumpískir taktar muni sitja svipa á kosningaáru á Íslandi? Það getur vel verið, ég er náttúrulega bara, ég er bara gömul til að nenn að lesa kjaftaði í honum Sigmundur Davíð, þetta er bara leiðilegt og svo þetta er líka alltaf langt og þetta væri allavega, þetta er ekki, en jú, ég meina, hann representar ákveðin þjóðfélagshóp og það er fólk sem fílar þetta og er sammála honum, þannig að það getur vel verið að hann komist inn á þing fyrir það og auðvitað hann er bara hluti af þeim öflum hér á landi sem að vilja normalisera svona orðræðu og þannig að það verður alveg áfram, en ég er auðvitað að pæla í þessu með að vera að tala, það er náttúrulega búið að vera rosa hægrisveifla og ég meina, með þess að í Noregi var hægristjórn sem er og mikið sagt og þannig að ég veit ekki hvort það mun breytast, mér finnst ég held einhvern veginn að COVID-tíminn er ekki ennþá liðinn og það er svolítið svona einhvern veginn hvernig það þróast held ég að muni kannski setja tónin fyrir hvað gerist næst. Ég veit ekki hvort það verði einhverja hugmyndafræðilega breytingar ekki. Líklega ekki kannski, ég meina það er ennþá snýst allt einhvern veginn pening og atvinnulíf svolítið hér í umræðin allavega, en það er enginn hækka atvinnulífsbætur og en það já, mér finnst þetta verið mér finnst allt verið einhvern veginn upp í lofti út á COVID. Allt í pásu og bíð, það er að bíða eftir því að COVID læti. Jú, kannski einhvers konar pásu, en ég held líka alveg að peningar getur dottið niður svolítið öðruvísi. Það er náttúrulega lítið gildir Bandaríkin að fólk er náttúrulega bara, þetta með hvernig heilbrigðis og bara hvernig innviðin þar virka, að fólk er bara að finna rosalega mikið fyrir því eigin skinni hvað þetta er galið kerfi. Þannig að, já, þetta verður örugglega hér og það verður örugglega Sigmundur Davíð að segja alls konar hræðilega hluti og mér finnst bara, við höfum ekki að vera að lesa hann og veita honum athygli. Nei, það er erfitt þegar svona menn eins og náðu Hvíta húsinu 4 ár, það er kannski maður að þekkja óvininn. Já, en ég held að óvinnurinn sé ekki endilega Sigmundur Davíð fær kosningu vegna þess að hann talar til ákveðins hóps af fólki. Ég meina það er fullt af fólki sem hugsa hann ætlar að gera eitthvað fyrir mig og það eru þessir kjósendur sem við höfum að beina sjónum okkar að og af hverju eru þau svona, af hverju trúa þau því að hann geti hjálpað sér, kannski er þetta því að þeim finnst engin annar flokkur geta gert neitt fyrir sig. Ég ólst upp út á landi og ég sé að það eru eiginlega bara hægriflokkarnir sem eyða einhverju púðri í að ná sér í atkvæði þar og meðan vinstriflokkarnir eru miklu meiri svona borgarflokkar og ég meina það er bara þannig og þetta er kannski svona gömul saga á ný, ég meina fólk kýs vegna, þetta er ekkit vont fólk sem kýs Sigmund Davíð, þetta er bara fólk sem vil fá betra líf og líður eins og aðri flokkar sé ekki gera það fyrir þau. Þannig að það er líka þó bara eitthvað sem að stjórnmálaflokkar eiga að skoða, eru ekki að ná til hópsinn sem ætti að vilja kjósa það sem mest, þá náttúrulega það er eitthvað að í markaðssetningu málefnanna.
Þetta lýsing líka bara á Bretlandi, þetta lýsing á Sigri Trump að vinstrið var oflokað inn í borgunum með tiltekið erindi sem þeir reyndi var eiginlega óseljanlegt þegar var komin upp fyrir Ártúnsbrekkuna og við getum séð þetta líka í fylgi Pírata og samfylkingarnar og VG reynda með svona örlítinn landsbyggðarafl. Þessi munur á milli borgar og sveitar var alveg skýr og þú veist, og það bara 2 þjóðir í einu landi og allt þetta. Þannig já, ég meina þetta eitthvað sem þarf að takast á við. Þannig það vinstrið, aflokun vinstrisins í þéttbýlinu sem að býr til tækifæri fyrir hægriðan á meirihluta vegna þess að vinstrið ávarpar ekki fólkið í dreifðari byggðum. Já, það rosa leiðilegt að segja það og astnalegt og mótsagnarkennt, en þú verður ekki að selja málstæðinni. Ég held þetta bara staðan eins og hún sem hún lýsa, þetta ekki. Og líka við búum í svo óbærslega markaðsvæddu samfélagi og þjóðfélagi að þú verður að selja það sem þú hefur að segja. Það skiptir ekkert, skilurðu, þó þetta sé hippulegasti málstæðir í heimi, þá verður samt að kaupa Facebook-auglýsingu sem einhver fréttaði. Þannig að... Viðar, má ég enda á þér á Íslandi? Ég að píningur aðeins til að koma til Íslands. Sigmundur Davíð svona Trump og vill vera það og Guðmundur Franklín líka, hann búinn að boða nýjan flokk. En síðan það náttúrulega að sjálfstæðisflokkurinn mörg undanfarin ár hefur forystufólk sjálfstæðisflokksins farið bara á landsfundi repúblikanaflokksins og sjálfstæðisflokkurinn hefur að mörgu leyti tekið mið af repúblikanaflokknum og svo íhaldsflokknum í Bretlandi eiginlega fram að Boris. Í ákveðinni svona þróun og hefur bara tekið nótis af kosningabaráttu þeirra og öðru slíku, þannig að áhrif kannski Trump-væðingar repúblikanaflokksins getur allt eins byrst bara í sjálfstæðisflokknum. Það þarf ekki að vera jaðarmenn og jaðarflokkar. Nei, ég meina ég held að sé bara mjög mikið af sjálfstæðismönnum sem eru bara mjög miklir aðdáendur Donald Trump, þannig það bara það er ekki af neinu öðru heldur en bara einhvers konar svona konformisma og bara svona einhvers konar hugleysi að þeir þora ekki að labba með hattinn og sína það, skilur, það er ekki út af neinu öðru, það er bara því þeir óttast að verða bara gert grín að þeim og eitthvað slíkt. En ég meina, já, ég held að svona hægri flokkar og populistaflokkar og svona landlausir stjórnmálaleiðtogar sem eru bara að hugsa að komast ná í atkvæði einhvers staðar, auðvitað var allir horft til Donald Trump og þessar svona pólitíska stíl sem að hann hefur masterað algjörlega og og auðvitað bara sem leið til þess að koma sér áfram í pólitísku tilverunni klárlega og það kemur mér sannarlega ekkert óvart að það verið gert á Íslandi, en ég held að þú veist á endanum snýst formúlan í þessu náttúrulega bara alltaf svo sama, þetta er bara sömu spurningar og sömu áskoranir í raun og veru og vinstrimenn hafa bara verið að díla við frá alveg allar götur síðan að hægrimönnum datt í hug að heyrðu einhverjir yfirstéttar menn með einglirni, skilur við náum ekki til fólks þannig, við þurfum að gera eitthvað fattar og þeir finna upp fasismann. Verkefni var alltaf verið það sama að hvernig hjálpum við fólki að skilja aðstöðu sína og það sem að valda þeim sársauka og sem særir stolt þeirra og sem gerir líf þeirra ómögulegt, þú veist. Og bara þetta svo einfalt. Fasisminn kemur og segir, já, það út af Kínverjanum. En fasisminn getur verið ágætur í því að koma og viðurkenna ákveðna hluti. Hann getur komið og jafnvel talað stéttaskiptingu. Þú veist, hann getur talað verkamannastéttina og já, getur allt í einu getur í nokkra sekundur hljómað eins og þú sért að tala við einhvern marxista, en svo flippar hann samt alltaf eftir þessar 5 sekundur. Þá missir hann áhugan á því að tala stéttaskiptinguna og kapitalismann og raunveruleikann og fer að tala gyðinginn eða Kínverjan eða innflytjandann eða hælisleitandann eða hvað hann nú er. Og verkefni okkar í þessu bara alltaf nákvæmlega það sama. Það bara að halda samræðinu og hafa bara úthald í það að halda henni á þessum stað að tala hina raunverulegu rót vandans, sem þetta kerfi okkar sem byggir á ójöfnu og sem byggir á því að fámenn forréttindastétt að arðræna aðra kúaðastétt og við þurfum líka að vera tilbúin að benda á það að orðræðan það að vondir hluti sem koma fyrir hvítamannin séu út af gyðingnum eða Kínverjanum þetta bara aðferð til þess að kljúfa samstöðu fólks og beina
sjónum frá því sem að skiptir máli. En það alltaf áhugavert að sjá þessar fígúrur sko, eins og einmitt Sigmund Davíð og Guðmund Franklín sem allt svona meira og minna einhverjir misheppnaðir businessmenn sjálfur náttúrulega, en byrjast samt að koma fram eins og þeir séu fulltrúar almúhans og jafnvel láglaunafólks og jaðarsettum. Þetta var alveg orðin. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hingað að Rauða borðinu og ræða bandarísk stjórnmál og leyfa mér að draga ykkur aðeins til Íslands í lokin og velta fyrir ykkur áhrifum þessa máli eða sambærilegra mála á íslensk stjórnmál. Helga Þóra Jónsdóttir, Magnús Helgason, Sveinn Máni Jóhannesson og Viðar Þorsteinsson. Ég þakka hlustendur fyrir að hlusta á okkur á meðan að samtalinu stóðs. Samstöðin heldur áfram á morgun. Klukkan 5 á morgun Hinn Reykjavík með sinn þátt og svo verður Rauða borðið aftur klukkan 8. Þá mæta hér fulltrúar stjórnarandstöðunar á þingi og verkalýðshreyfingarinnar og ræða saman stjórnmálaástandið og hver verða svona átök og átakalínur í þessum stjórnmálum á næstu mánuðum og vikum og dögum. Við sjáumst þá. Takk fyrir í kvöld.